Góðan daginn. Þá erum við komin að 13. kafla sem eru börn og hjónaskilnaðir og það eru ýmsir þættir sem þarf að skoða þegar það svoleiðis stendur á. Hjónaskilnaður er alltaf alvarlegur og afdrifaríkur atburður fyrir börn. Og oft kemur skilnaður í kjölfar langvarandi ósakamulags, þó það sé ekki alltaf. Og það er mjög sterkt samband á milli ósættis á heimili, milli foreldra og hegðunarerfiðleika barna. Og skilnaður veldur oft breytingum á fjárhagsstöðu foreldra sem hefur þá jafnframt áhrif á börnin. Þau getur verið að þau hætti að gera eitthvað sem þau hafa áður gert eða eitthvað slíkt. Það er svona ýmislegt. Flutningar raska og þeir geta valdið álagi, þannig það eru ýmsir þættir í lífi barna sem geta breyst við skilnað. Skilnaðurinn er langtíma sorgarferli. Það er bara ágætt að gera sig grein fyrir því. Það er sorg í gangi og það þarf að taka mið af því. Stundum gleymast börnin í uppgjöri foreldrana og það er því miður of algengt. Og eftir skilnaðinn að þá verða oft svona langtíma deilur sem snúast að mjög litlu leyti börnin. Heldur eru þetta tilfinningamál milli foreldrana og uppgerð tilfinningamál, særstolt, reiði og vonbrigði og þetta getur allt bitnað á börnunum og það má ekki gleyma því. Mikilvægt er að friður og ró komi sem fyrst á líf barnanna eftir að svona hefur gerst og þau þurfa á staðfestingu að halda að þau séu elskuð þrátt fyrir skilnaðinn. Fyrsta tímabilið er verst, af því þá er allir illa staddir tilfinningalega, ekki bara börnin heldur foreldrarnir líka. Og foreldrarnir eru þá ekki í standi til að ala upp ef maður segja vel, heldur þau eru bara að láta hlutina ganga. Barnið hins vegar er í sorg eftir missi foreldris vegna þess að annað foreldri væntanlega fer. Það er mjög algengt að foreldrar eigi í deilum og börnin lendi þarna einhvers staðar á milli. Flutningar, fjárhagur lakari og svo þetta oft koma nýjir aðilar inn í fjölskylduna og þeir koma oft mjög fljótt. Eftir fyrsta tímabilið að flest börn og unglingar aðlagast nýjum aðstæðum, sem betur fer. En það er samt alltaf einhver hópur sem á í erfiðleikum og ástæðurnar geta samt verið aðrar heldur en skilnaður einn og sér. Þannig þau hefur lent í vandræðum þrátt fyrir að það hefði ekki orðið skilnaður, en hann hjálpar ekki til. Algeng viðbrögð hjá börnum við skilnaði eru til dæmis að leikskólabörn, þau óttast það að vera skilin eftir og þau halda oft að þau hafi valdið skilnaðnum, það sé eitthvað sem þau hafi gert. Og það er aðskilnaðarkvíði og svefntruflanir algengar og oft er það árásargirni. 7 til 8 ára að þá kemur dapurleiki og söknuður og óttinn við að móðir giftist aftur. Það er eins og þau hafi minni áhyggjur af því að faðir giftist aftur. Það er höfnunartilfinning og ásakanir í garð móður og eflaust er það út af því að móðurinn yfirleitt hefur börnin hjá sér áfram. Þó þetta sé þetta 50-50 dæmi sem er algengast í dag, að þá eru þau samt meira, móðurinn hefur meiri ábyrgð. Lakari frammistaði í skóla fylgir oft skilnaðum. Síðan erum við komin að í börnum 9 til 12 ára að þá eru ásakanir og afstaða tekin með öðru foreldrinu. Og þau fylgjast mjög grannt með hvort foreldrar hafi tekið upp kynferðislegt samband við nýjan aðila. Og enn og aftur þá er það lakari frammistaði í skóla. Unglingar og táningar, þar eru viðbrögðin miklu ólíkari. Innbyrðis, það er ekki svona gegnumgangandi yfir hópin. Þau eru gagnrýnin, þau útiloka sig oft frá erfiðleikum foreldrana, þeim kemur þetta ekki við. Sumir þroskuðust og tóku meiri ábyrgðin áður og mörg hafa áhyggjur af því að mistök foreldra sinna myndu endurspeglast í eigin hjónaband og lífi seinna meir, sem er mjög athyglisvert. Og það er varfærni í makavali og hræðsla við að bindast hinikyninu, af því þau eru hrædd að það mistakist líka hjá þeim af því það mistókst hjá foreldrunum. Þannig að þetta eru hlutir sem þarf að taka oft umræðu Langtíma áhrif á skilnaðar á börn, að það ber rannsóknum ekki saman, það bendi á það, rannsóknum ber ekki saman hér. Það er talað að áhrifin komi ljós þegar skilnaðarbörn vaksa upp og finna sér sjálf maka, að þá hafi þau ekki fyrirmyndir gott samband. Flest vandamál sem skilnaðarbörn sína myndu koma fram með eða án skilnaðarins. Skilnaður er betri fyrir börnin ef hjón rífast mikið, annars er skilnaður verri fyrir börnin. Þannig þið sjáu þetta getur verið allavega. Það var gerð langtíma rannsókn sem talaði í bókinni hjá Wallenstein og Kelly og það eru 34 börn undir 5 ára aldri sem tóku þátt í henni. Niðurstöðurnar úr þessari rannsókn
að tímabilið eftir skilnað einkenndist af félagslegum og tilfinningalegum erfiðleikum. Drengir sem dvöldu hjá mæðrum áttu erfiðar fyrstu 2 árin eftir skilnað en svo jafnaðist það út 5 ára seinna. Skapgerð barns, aðbúnaður, andrúmsloft og tengslin í fjölskyldunni eftir skilnað réðu mest aðlögun og líðan barnanna. Og þetta finnst manni nú eiginlega liggja svolítið í augum uppi. Að það er aðbúnaðurinn og það er hvernig foreldrarnir hafa svona hagað sér í framhaldinu af þessu, að það er náttúrulega það sem skiptir mestu máli. Átök og ósamkomulag höfðu neikvæð áhrif á börnin og þetta er náttúrulega eitthvað sem við vitum líka. Það hefur alltaf neikvæð áhrif á þau. Áður var það algengast að móðirin færi með forsjá. En í dag, allavega hér á Íslandi, að þá ég held að séu 97 eða 8% skilnað að þá sameiginlegt forræði. Og hvað merkir sameiginlegt forræði? Þetta er í rauninni þríþætt. Þetta er réttur foreldra til að ráða persónlegum högum barnsins og það er ýmsar skyldur, foreldraskyldur og þetta er réttur barnsins til forsjár foreldra. Börnin eiga að nota jákvæða samskipti við foreldra og þetta er talið að þetta sé sem sagt jákvæðara en annað. En það er ekkert form forsjá sem er algott. Það er ekkert sem segir þetta er bara allra best og við erum að gera þetta svona. Þetta er alltaf pínulítið, fólk er að fikra sig svolítið áfram. Og það er slóð hérna inn á málaflokkin fjölskyldan sem ég bið ykkur að kíkja á. Svo komum við að stjúpfjölskyldunni. Og það er mjög algengt eftir skilnað að hjá þeim aðila sem ekki fer í samband strax að það koma fram neikvæða tilfinningar hjá því foreldri. Nýtt barn í nýja sambandinu getur verið og þá kemur fram hollustukreppa hjá barninu. Oft koma vandamál ef nýtt barn kemur inn í fjölskyldu sem ekki hefur fest rætur. Stuðningur stjúpa skiptir miklu máli og yngri drengir eiga auðveldara með að ná góðu sambandi við stjúpan heldur en eldri drengir. Það er mjög mikilvægt þegar við erum að tala um stjúpfjölskyldu að báðir aðilarnir hafi gert upp fortíð sína við fyrir maka þegar þau taka upp næsta samband. Og stálpubörn þau þurfa lengri aðlögunartíma. Það er bara yfirleitt litið á það sem að allir þurfi bara sama tíman en börn sem orðin eldri þau þurfa lengri aðlögunartíma og það er mjög mikilvægt að standa saman fyrir alla aðra, foreldrarna sem skildu, þá sem að taka saman og börnin. Og það þarf að fullvissa börnin ást og allt það og forðast óraunhæfa væntingar ást milli stjúpforeldra og barna. Það er ekki hægt að segja að börn eigi að elska stjúpforeldra sína, það er náttúrulega bara eins og það er. Það er náttúrulega æskilegt ef það gerist smá saman og frábært ef það gerist, en það er ekki hægt að krefjast þess af barninu. Það verður að fá að fikra sig svolítið áfram sjálft. Og það er mjög æskilegt að líffræðilega foreldra hafi samstarf ýmislegt. Þannig að barni finni það er áfram ákveðin samstaða í gangi. Aðlögun eftir skilnað, þar skiptir rosalega miklu máli andrúmslofti fyrir og eftir skilnaðinn. Að það hafi sé gott. Og átt að sjá þessu að það er erfitt tímabili eftir skilnaðinn. Samstæða foreldrarna skiptir miklu máli, mikilvægt að báðir aðilar sinni foreldrahlutverkinu, það lendi ekki bara á öðrum. Og ef það eru systkinu, að það sé gott samband á milli systkina, það skiptir rosalega miklu máli. Og þannig er talað að það sé mjög óæskilegt ef það eru systkini að skilja þau í sundur og þau séu hjá sitt-hvoru foreldrinu. Það þarf að gefa sér tíma með hverju barni þegar maður er að tala um aðstoð með börnin eftir skilnað og varast þessar óraunhæfu væntingar. Og muna það að sjaldan veldur 1 þá 2 deila. Það er ekki einhver einn sem á sök á skilnaðnum ef maður hef orðað þannig. Og það þarf að leggja þessa ofur áherslu á að það er ekkert að hjá barninu þó foreldrar hafi brugðist. Þó foreldrarnir geti ekki verið saman og þá er það ekki barninu að kenna. Og oft kemur fram þessi ótti hjá börnunum að vera einn í heiminum. Einstæðir foreldrar á Íslandi hafa oft áttaldið erfitt vegna þess að fjölskyldur standa oft höllum fæti fjárhagslega. Það er ekki eins mikil peningur bara, hefur það þannig. Húsnæðismálin er oft erfið, sérstaklega hjá fólki sem er í láglaunastéttum. Menntun er mjög oft minni hjá einstæðum foreldrum. Það er náttúrulega ekki algilt, það er ekkert af þessu algilt, við erum að hafa það í huga, það er ekkert af þessu algilt. Og gæsla barna getur verið vandamál. Og oft er það því að opnunartími gæslu er oft full knappur fyrir foreldrar sem eru einir að skutla og sækja. Fólk bara næri ekki á milli staða.
eða að eða það ekki búið að opna skólan eða eitthvað þess áttar og fólk kannski í vinnu þar sem að gerðar svona mikla kröfur að fólk sé mætt á tíma sem ekki hægt að breyta, til dæmis ef það þjónustustarf þar sem að koma viðskiptavinir, þá þetta alltaf erfitt ef ég á að fara með barnið mitt í leikskóla klukkan 8 og stofnunin opnar líka klukkan 8 og þá eru fyrstu mættir í vinnuna. Þetta skapar náttúrulega ákveðin vandamál. Þá þessi kafli búinn. Þetta allt, það klárast allt í rólegheitunum hjá okkur.